Þátturinn byrjar það ekki? Jú, það ekki bara? Jú. Sko, ákveð CBD, eða? Já, ákveð CBD. Sko, hana 10. apríl, síðasta. Ég náttúrulega einstaklingur sem búinn að vera að surfa fréttamiðla bara eins og örugglega ég bara lungað þjóðinni í mörg ár. Og svona síðustu ára þetta, það kemur, það gerist eitthvað þegar Me Too kemur og COVID kemur og hana það fer eitthvað svona ákveðin stemning í gang og svona ákveðin sundrung og líka svolítið tengt hruninu líka, það sem að og svona bara á global, það sem að almenningur fer að missa traust og trúnað til yfirvalds Alþingi bregst okkur og heilbrigðiskerfið fyrir að bregðast okkur það fer einhvern veginn alltaf kerfið, opinbera kerfið fyrir að bregðast okkur og það fer að myndast eitthvað svona reiði, það eru við og þau. Bankakerfið er að bregðast okkur sem bara hvernig tryggingafélögur orðin, þetta allt orðið mjög ópersónulegt, einu sinni gat ég bara alltaf labbað inn í tryggingafélögin og átt bara persónuleg samtöl við mín kontakt innan tryggingafélag og dílaðum verð og svona og sama með banka, maður bara var með sinn persónulega bankaráðgjafa og maður gæti meira að fengi fund með útibússtjóra, ég veit ekki hvað og hvað, en það gerist eitthvað, það búið að vera einhver stemning í gangi núna í nokkuð mörg ár, það sem að svona mikil polarisering hefur átt sér stað, sundrung, samfélagið er skipt upp í tvennt. Og hérna 10. apríl þá kemur Þórarinn Hjartarson fram á þætti á Vísi sem heitir Pallborðið þar sem hann talar við borgarfulltrúa Alexandru Brím held ég hún heiti Vókið og þau eru þarna tvö eitthvað að frussa hvort annað og þess ég tek eftir það svo ótrúlega auðvelt að vera með skoðanir og gaggrina hvort annað í sókn og vörn út frá okkur mismunandi hugmyndafræðum, hvað er rétt og hvað er rangt. Eitthvað sækir annar ver og svo eru vörnin breytist í sókn og sókn breytist í vörn. Og það svo auðvelt að vera á þessum stað þegar þú ert í fjarlæði á neti, hvort það séu skoðanagreinar eða hvort það séu einhverja fæslur á Facebook eða hvernig sem það er, eða í einhverjum svona hlaðvarpsþáttum, þar sem að þú ert með bara þú ert búin að velja þinn eigin viðmælanda inn sem bara virkar í þínum bergmálselli en svo þegar að fólk mætist því að þegar að við sköfum í rauninni alla þessa hugmyndafræði og alla þessa möru af þá í rauninni hvað situr eftir, þá erum við bara manneskjur og við nærumst á tengslum og við nærumst á kærleik og það er í rauninni ekkit ekta nema það er sálin og það sem ég sé þannig í þessum þætti þegar þau eru þarna tvö og nú þekki Þórarinn aðeins eða kannast við hann, þetta er bara flugklár einstaklingur og ágætlega vel skrúaði saman þetta missi mátt sinn að fólk bara eitthvað að segja einhver orð en það er eins og innst í kjarnið þeirra trúi ekki á boðskapin sem þau eru að færa fram Ok, akkur ekki? Út af því að þetta er ekki ekta þetta eru bara slagsmál ofbeldi er bara ofbeldi sama í hvað gjafapappír þú pakkar inn afstaða með einhverjum einum pól í rauninni innan samfélagsmanna hún felur í sér ofbeldi sama hvað og við tölum mikilvægi þessa mótmæla óréttlæti en það myndi lítið allt öðruvísi út ef við værum að meðmæla rétti og þá með frið og kærleika leiðarljósi ekki einhver staðar niður í bæ, einhverju stórborg gargandi og það sem að í rauninni orkan er í botn og grunn reiði og ekki bara reiði, heldur gremja bara langvarandi gremja þetta er ofbeldisfull orka Mér langaði mitt svolítið til að við vorum svolítið búin ákveða að hafa þetta sem pínu þema hjá okkur og þá því ég hef svo mikið velt þessu fyrir mér ekki síst eftir þegar allt hann hrynur hjá mér Já. Því þá kemur svo mikil réttlæt reiði og þá kemur svo mikið skilur þetta er ekki réttlátt Nei, en samt þú hugsa að þú verður fyrir einhverju órétti þá er svo mannlegt að þú veist, einhvern veginn, ég verð að vera séður í óréttlætinu sem að ég en svo ferðu dýpra og dýpra inn í það og þá sérðu í raun og veru snýst ferðalagið að díla við óréttið innra með þér
og þurfa ekki að vera að því leið og þú þarft að vera séður á öðrum í þínu óréttlæti, þá ertu komin inn í ákveðna fórnarlamba orku. Já. Alveg sama hvað þú beittu miklu órétti. Og íktasta dæmið þetta náttúrulega bara Jesú Kristur. Skilur, einhvern veginn að ná að þú beittur ultimate óréttlæti, en nærð að snúa því upp í innri styrk. Já, sko, Guð. Sem einhvern veginn bara fyrirgefið þeim því þau viti ekki hvað þau gjöra. Skilur, og þá hugsa maður svona við öll, ef við erum að tala að við séum öll á leiðinni inn í hærri tíðni og við erum að reyna að búa til einhvers konar nýja jörðina, að það var alveg nýtt fyrir mig að, maður er búin að ralin uppi kristna trú og fara í mann ekki sunnudagsskólan eða hvað þetta hélt allt. Að allt í hennu fara að samsama sér með vegferð Jesú, sem verður þá svolítið svona það er alveg sama hvort það einhver fær krabbamein, einhver fer í gegnum kanseleringu, einhver lendir í því að það er langvægt barn og sumir þurfa að fara í gegnum hluti sem eiginlega óskiljanlega erfiðir og óréttlátir. En vegferðin alltaf hvernig get ég farið í gegnum þetta með reisn og náða snúa því erfiðasta sem ég að díla við upp í styrkleika. Já, þá ég komin inn í valdeflandi orku en ekki, og ég ekki að segja að sumir fari gegnum hluti þar sem eiginlega óhugsandi að þú sért ekki fórnarlamb. En þá hugsa ég eftir þess að bókinans Viktor Frankl leitin að tilgangi í lífsins, ég voru að lesa hana. Þetta alltaf geðlæknir sem að lifir af útrýmingabúði nasista. Og hann allan tíman í útrýmingabúðunum að observa, svo ég sletti, hvað að gerast hjá föngunum og þá einmitt segir hann sko leið og sígarettur eru notaðar sem skiptimiðl fyrir mat, leið og hann hvað að reykja sígarettuna, þá yfirleitt var hann dáinn innan 2 daga, af því þá var hann búin að missa tilgangin. Já. En þannig að það sem hann kemst að í raun og veru ef þú ert með tilgang, þá getur þú þolað nánast hvað sem Já. Og hann segir, ég hef aldrei séð herra stig af mannlegri reisn heldur en inn í þessum útrýmingabúðum. Því fólk örvendingaföld. Já, það bara einhvern veginn, það segir bara, hvernig getur fólk verið í þessum aðstæðum, en samt var hlegið, samt var fólk með vonum framtíðina. Koma með svar, hver á tilgangur? Það sem hann gerir hann þróar það sem hann kallar logoþerapíu sem geðlæknir og nú lærði ég sálfræði og mér mjög áhugavert því ég hef spurt nokkra sálfræðinga og geðlækna hvað var það logoþerapíu, því við erum með eitthvað módel, hugræn atferðis meðferð og eitthvað svona og mér svo oft manneski getur verið að mæta til geðlæknis eða sálfræðings í áraraðar, hún þunglind og hún kvíðin og það aldrei verið að segja, kannski bara atriði að það bara vantar tilgang í lífið þitt. Já. Skilur, þannig að hann býr til þessa logoþerapíu sem einmitt skilur að það eitthvað sem þungli í staðan sem sé að fókus á þunglindið og líffræða hlutan á þunglindið, þannig bara ég ætla að skoða lífið þitt og ef þú ert í vinnu sinni eða finnst leiðileg, þú ert kannski ekki með fjölskyldu eða illa tengdur í fjölskyldu, þannig bara þú tikkar í öll bóksin og það bara augljóst að við þurfum að búa til einhvern tilgang hérna. Og mér er svo áhugavert að því þetta, fyrir mig meikar þetta bara mjög mikið sens sem þerapía í sálfræði eða geðlækningum. En einhvern veginn náði þetta ekki, þetta er ekki náð sama flugi eins og hugræn atferðis meðferð eða hvað þetta allt sem hann kallar. Sko. Við erum með raunverulegan sásakalíkama og ég meina, þetta orð sásakalíkami, ég held að þetta sé svona borið á borð fyrst af náttúrulega mistara Eckhart Tolle og hann náttúrulega fyrir mér árið 2005 eða 2006 þá kemur boðskapur Eckhart Tolle inn í líf mitt og breytir öllu, þá opnaðist fyrir mér þarna einhverja nýr heimur og ég fór að geta hort inn á við og greint í rauninni það sem var í gangi út frá því að spegla mig í orðum Eckhart Tolle og ég kemst að því að einra með sjálfum mér þessi sásakalíkami sem að í rauninni þarf sásöka til þess að viðhalda sjálfum sér og hann í einmitt örvæntingu reynir að vaksa og ef það engin sásöki þá býr hann til sásöka býr til konflikta, býr til sundrung til þess að geta bent og sagt þetta ekki í lagi og með því að benda á að eitthvað annars sé ekki í lagi þá hlýt ég sjálfur að vera í lagi. Já, einmitt og einmitt það er gott að tala sásakalíkamann því að við fléttum síðan inn í þetta sem þú varst að tala með 10. apríl og þjóðfélagsumræðuna að þá það svolítið þetta að þú veist leið og ég einhvern veginn í stöðu hins réttláta að benda á að aðrir eiga að vera öðruvísi, samfélagið að vera öðruvísi, þá ég á ákveðin hátt
komin inn í sársauka líkamann minn, sko. Svo er hann bara misþung. Það bara þannig. Þeir sem eru froðufellandi og það því þú nefndir Þórarinn Hjartar, það sem er mest flott við hann að hann er léttur. Já. Skilju, það er ekki, hann fer inn í þessa umræðu og ég held að það sé pínu erfitt fyrir vógliðið að mæta honum að því að hann er léttur. Skilur, hann er ekki froðufellandi, þú finnur ekki þunga undiröldu af miklum tilfinningum og reiði. Nei, það var þunda á það samt sem áður í þessu viðtali og hann mætti, ég hlustaði líka á viðtal sem hann fór í, það sem hann mætti Örnu Magneu Danks, semst í Bylgjunni og það var einmitt þetta líka, þetta er ekki skila neinu. Arna Magneu Danks og Þórarinn Hjartarson og Alexandra Brím, þau ættu mögulega að prófa að grjóta sig bæði tvö, ganga að hvort öðru og taka svona langt faðmlag og það sem að þú gerir ekki vinstra megin heldur hægra megin eins og ég og kona mín gerum þá mætust við bara hérna svo ættum við bara að taka utan okkur annað og vera þar og gefa þessu 5 mínútur og áttu okkur á því að í botn og grunn þá erum við bara manneskjur og þetta skiptir engu máli. En það sem ég ætla að segja, málið þegar að Sólveig Anna tók rithöfunda Hallgrím skrýpið Hallgrím, hvað sko svona náttúr? Þetta er ekki komin í við og hinir og fyrir að nota svona orð? Jú, þetta var kannski ekki fallega satt að mér en einmitt, Nú verði ég að taka Guðna Gunnars á því og rítskoða orðið en rithöfund, hann Hallgrím, tók hann á teppið og kannski ekki fallið á mér að kalla hann gerpið eða skrýpi en einmitt, þetta er sásöka líka með minna að tala skilur hvað við? Þegar hún tekur mannin hann bara einhvern veginn algjörlega í opna skjöldu og þá hlakkaði í mér og þá vaknaði þessi sásöka líka með sem var einmitt að tala núna og öll þessi vók umræða fyrir gang og svo er svo merkilegt einmitt með þetta vók dæmi, það virðist enginn geta skilgreint nákvæmlega hvað þetta er. Eitt segir eitt og annað segir annað. Þannig að það er engin samband hvað er rauninni hugtaki þýðir það á að ramminn. Þannig að hvað erum við eiginlega að tala um? Þannig að við erum bara að rífast. Og svo þegar að 10. apríl, þegar að þetta á sér stað þannig bara einhver basic þáttur á Vísi, þá bara fatta ég það að ég er komin á stað þar sem ég er að fara að hella mér út í þetta. Ég er að fara að fylgjast vel með þessu, lesa allt hvað þessu tengt þess að taka sterkari afstöðu einmitt á móti einhverju vóki sem ég veit ekki einu sinni hvað er, nema kannski öðru hvoru og svo kannski 5 mínútur seinna veit ég það ekki og þetta er í algjöru samræmi við þau download sem eru búin að vera eiga sér stað í mínu lífi núna síðan fljótlega eftir áramót þar sem ég fór að upplifa sterk áhrif af hækkun tíðni jarðar sem mælt er í Schumann resonansinum, hjartsláttur jarðar, þetta er rauninni rafsegul tíðni sveifla jarðar sem hefur áhrif á allar verur hérna á jörðinni og sérstaklega menn allavega sem vita það og þá sérstaklega hjarta og heila. Það sem ég fór að upplifa sem sagt í kjölfar ákjósanlegri afstöðu heimiltungla sem og það er búið að vera gríðarlega mikið sólgos það sem að orku hefur verið bombarderuð á jörðinni og þannig að þessi tíðni hefur verið að ná áður óþekktum hæðum. Klárlega. Það búið að vera rosalegir tindar í Schumann resonans og Galactic Federation hefur verið að nýta sér þessi náttúrufyrirbæri sem eru ekki bara af slysni eða tilviljun. Málið er það að alheimurinn náttúrulega hann ber með sér vitund. Hann býr yfir vitund og sólkerfið okkar er ein vitund, jörðin okkar er vitund og við erum skrúðgarður Galactic Federation sem er í rauninni þetta er bandalag samfélagi hérna í okkar vetrarbraut sem eru búin að ná það háum, andlegum, vísindalegum og samfélagslegum þroska að þau hafa náð tengslum sem byggð er á kærleik. Þannig að þegar að jörðin eða Gaia kallar eftir því að hér muni verða líf, þá stígur bandalagið inn fyrir mörg 100 milljónum eða milljörðum ára, hvenær sem það er, ekki hugmyndum það, og líf hefst. Í þeim tilgangi að þetta er ákveðið verkefni sem hefur verið útfært milljónsinnum áður af þessu bandalagi og tilgangurinn er ekki hagnaðardrifinn
nema hvað það varðar að aukaðurinni samkennd og kraft samvindundar alheimsins. Og það verið að draga okkur núna upp 1 til 2 víddir. Hvað einmitt, sko, þegar að því nú erum ef við leyfum okkur að fara dálítið mikið í svona vúvi bara spiritual pælingar. Já. Þegar þú ert að tala þetta, þá kemur þetta sem að hugsa alheiminn og einhverjar verur sem eru, hvað með þetta, að því það sem hefur komið til mín er að hvað með, að því þá kemur oft þessi pælinga, hvað erum við erum bara einhverju maurar á jörðin en nú bara hvað ef að við myndum snúa módelinu við og segja jörðin væri heart chakra of the universe og að það skipti bara máli fyrir allan alheiminn. Einmitt. Að við djömpum á réttan stað, sko. Til þess að allt fari í synk. Það það sem ég að segja. Þetta rauninni eina markmiði, það að auka rauninni á orku samvindundarinnar og við í því samhengi getum algjörlega verið eins og þú ert að segja, bara eitthvað skona hjartatjakra og þetta bara nauðslegt ferli fyrir bandalagi til þess að komast upp fleiri víddir, því þetta takmarkalaust. En ef ég einmitt, sko því það sem að við færum aftur í þetta sem við vorum að tala áðan. Þú veist, við vorum að tala þessi samtöl og þetta við og hinir og við vorum að tala vókið og við vitum ekki hvað vókið og svona. Ég hef svo mikið verið að velta þessu fyrir mér einmitt að því ég hef, þú myndir skoða Facebook síðuna mína núna, ég hef ekki verið með sterkar skoðun í mjög mörg ár. Nei, vel gert. Út af þessu. Út af því það er svo langt síðan að ég í raun og veru á einhverja herra leveli vissi fyrir við 30.000 fettin, þá er þetta allt bara rugl, skilur. Þú veist, við erum einhvern veginn í einhverju tilfinninga, bardaga með einhverja rosa sterkar og réttar skoðanir og ég þarf að hafa rétt fyrir mér og þetta er bara svo, þegar þú ferð í aðeins herri pælingar samkenndina og þetta non-duality og að við séum öll tengd, þá fer það að sjá þetta út frá öðrum vinklu og þá fer það að vera meira og meira hissa yfir því bara, hvað fólk er mikið að projekta eigin tilfinningum og eigin reiði út af einhverjum þjóðmálum eða út af þessu eða út af hinu og endanum er þetta bara skiltið í rauninu, helvítis fucking fuck. Það er bara, ég er bara reiður. Þetta skilar einhver. En svo hef ég nefnilega aðeins þurft að taka skref tilbaka og hugsa ef ég er einhvern veginn, ef við hugsum að, ef við leifum okkur að fara í að allt skipti máli og hvert og eitt okkar hafi einhvern tilgang og við finnum einhvern resonans þegar við erum að lifa tilgangin okkar þá við fundið samt sko eins og alltaf með þetta vókdót þetta er ofbeldisorka hluta þessu og ég hef orðið fyrir þessu ofbeldi í rauninni, já. Á alveg mjög miklu ofbeldi frá þessari orku og kemur mér það að ég held að sé samt líka hlutverki mitt á einhverjum punkt að segja, heyrðu, now I have to speak up já, en það er skilur, og þá er það ekki einhvern veginn þetta séu vonda manneskjur, heldur bara að segja nei, stopp, þetta er ekki lægi skilur þú? Já, en hvernig ætlarðu að tjá þig inn í þetta? Það er það sem skiptir máli. Þú getur tjáð þig inn í þessa orku og þú getur leyst hana upp með skilaboðum eða boðskap, en spurningin er á hverju er í rauninni þessi boðskapur byggður. Já, og þá er alltaf það erfiðast að við boðskapin segjum sér svo að fólki sem að þyrfti kannski mest á boðskapnum að halda. Já. Ef að það er bara fast í fórnalambu orkunni þá er það ekkert einu svona, þú veist, ef ég myndi segja, ok, það sem að mig langar að tjá mig vók, er bara, við erum öll á leiðinni í að hækka tíðinin okkar. Við erum öll á leiðinni í aukna samkennd. Þetta vókdót er ógeðislega mikið við og hinnir. Og þetta er ógeðislega svona lúmsk leið fyrir egóið þitt til þess að beita annað fólk ofbeldi en vera með rosa góðan málstað, þannig að enginn getur sagt, heyrðu, þú ert bara að beita ofbeldi. Skilur, þetta er hérna ofbeldi sem er búið að vefa inn í svo fallegan búning að það er enginn sem getur sagt, heyrðu, býtu, ég má ekki einu svona benda á ofbeldi. Mér finnst þessi búningu bara alls ekkit fallegur, þannig séð. Nei, en það samt, skilur, það er þetta, bara, ég er í raun og veru að allir sem að, eru með aðra skoðun en ég, þá er ég bara fróðufell að þú ert rasisti. Þeir sem að, eitthvað sem gerðist á milli kalls og konu fyrir rosa mörgum árum, ef að allir er ekki sammála mér í því að allir er að trúa konunni, þá er þú bara ofbeldismanneski og nauðguna sinni. Og þú mátt bara missa vinnuna þína og þá helst bara ekki að gefa þig plattform og þú bara skilur, þá er maður bara neyrið, gaur, bara, ef þú værir ekki búin að setja þessar skoðanir undir hatt svona góðs málstaðar, þá er bara rosa auðvelt að segja, heyrðu gaur, þú þarf bara að laga ofbeldi sem er innra með þér.
Já, og við komum til bara mögulega dæmdur í fangelsi, sko. Ég að segja það. Já. Og þess vegna er þessi svona og þess vegna það sem ég sé, þú veist, þegar ég er að horfa á, þú veist, ég meina, og aftur bara mér og þetta er pínu þversanagjönd að við erum að tala hérna samkennd og að maður eigi ekki að vera í við og hinir eins og að maður er að benda á einhverja einstaklinga. En þú veist, fólki sem hefur verið farabrót í þessu vókdóti, það er bara svo augljóst að þarna bara allt sem kallar á mig óunnin sjálfsvinna, skilur, og það sem bara áður en þú ferð að hafa svona bilaða skoðanir og ráðast á fólk í opinberu umræðu, þá er bara svo augljóst að þú þarf að taka til hjá sjálfur þér. Og spurningi mín er bara svona, ef mitt drauma scenario er svolítið, hvernig getum við núna farið að setja það inn í þjóðfélagsumræðinni í hvert einasta skipti sem ég er brjálaður út af einhverju, þá verði ég bara að snúa puttana við og segja, heyrðu, þarna er eitthvað sem þú ert að skoða, Sölvi minn. Af því við erum öll á leiðinni í aukna sjálfsábyrgð úr fórnarlamba orkunni, að því fórnarlamba orkan er svo mikið við og hinir, sko. En þetta er allt út frá gefnum fásendum. Við eigum að vera þarna. Þetta er leiðréttingaferli. Öll þessi átök, þetta er í rauninni bara hluti af örvæntingu sársaukalíkamans. Því hann er að líðundi lok. Ef þú spáðir í, sko, myrkur er í rauninni ekki til sem fyrirbæri heldur aðeins sem ástand. Myrkur er bara skortur á ljósi og ljósið er raunverulegt. Og sko, myrkrið er í hnígnum því ljósorkan er að aukast. Og ég finn þetta svo sjúklega sterkt og ég fæ einmitt skilaboð það í mínum svefnlausu nóttum þegar ég er að upplifa hækkun þessarar tíðni jarðar með tinnitus svo sterkan og með enga sögu tinnitus áður. Þetta er eitthvað sem gerist sem sagt hérna eftir áramót með einhverja ofurnæmni hvað varðar heyrn. Tímabili, ég var fann að heyra í rafmagninu í húsinu mínu. Ég var fann að heyra í klukkuverki bara, veist, á annarri hæð nánast í húsinu mínu. Ég var með einhverja ofurheyrn, einhverja ofurnæmni og ég fæði þessi skilaboð það að ég eigi að yfirgefa þessi átök og ég eigi að fara að verða raunverulegur umboðsmaður friðar, ljós og kærleiks og það sé í rauninni bandalag sem að hefur skapað okkur og er í rauninni fyrirmynd allra trúabraða á jörðinni. Þetta eru englarnir, þetta eru guðirnir, þetta eru hóparnir sem eru útskýring á öllum þessum mannverkjum sem við getum ekki útskýrt, eins og hvað var að píramítana, eða allar þessar megalithic steina hleðslur út allan heim sem að fræðimenn eru að reyna að útskýra hvernig eru útfærð en í rauninni standast engin rök. Ég er bara svo sammálaður sko, þú ert að tala þetta kveikir í mér af því þetta er, þú veist, og þess vegna finnst mér svo áhugavert þetta með svona ný og gamla heimsmynd. Já. Ég er búin að nefna Núma nokkru svona við þig, hann er búin að koma inn í þáttinn tvisvar og það bara því fyrsta skipti sem hann segir við mig, Sölvi, við erum að byrja að muna hver við erum. Einmitt. Að þá bara fekk ég svona vúff, ég fikk gæsáð, þetta er rétt. Já. Þetta er rétt. Og þú veist maður sko, þú veist, að það vera fastur í því að heimsmyndin þín þangað til þú deyrið gengur út á að vera að rífast við vinstri menn ef þú ert hægri sinni eða rífast við hægri, sérðu ekki hvað þetta er tilgangslaust. Já, sko, ég fekk einmitt skilaboð það, heimurinn var að klofna. Að við værum sem sagt, ljósið er öðrum megin og myrkrið er hinum megin og ég hafði einhvern veginn alltaf séð það fyrir mig þannig að vinstri var öðrum megin og hægrið hinum megin. En svo áttaði ég mig á því að þetta er rauninni skeifa. Vinstri og hægri er sömu megin og við þurfum að fara til einhver algjört afstöðleysi hvað var að pólitík, stjórnmál, hvað var þar hína á þessa málstæði eða hína á þessa réttinda baráttur. En þá kemur einmitt stóra spurningin í mínum huga að því ég hef farið mjög langt inn í þennan veruleika og eins og ég segi, það er mjög langt síðan einhvern veginn gott, þetta er geggjað, kókosvatni frá hann Núma, svo ég haldi áfram að auglýsa hann. Oh my god. Þetta er geggjað. Og alveg holdt og gott stöf, þetta er bara hreint grænum. Smá kólsýraði, ekki mikið. Smá kólsýra, grænar unga kókosnöður og sjávarsalt og magnesíum. That's it. En þá kemur þetta fyrir mig að svo fannst mér ég vera að koma mjög langt í þetta afstöðuleysi. En hvað með þeim mitt bara svona, þú veist, raunverulegt nú er ég að koma frá talsvert svona, ég er að koma frá skýringamódeli sem er aðeins hærra heldur en þetta hefðbundna hér. Hvað meinar með því? Bara eins og þetta sem gerist hjá mér. Já. Með kanselleringuna.
Ef ég segi, það var einhver partur af mér sem mjög fljótlega, ég þakkláttur fyrir að hafa unnið það mikla vinna á undan og verið að umgangast þannig fólk, að það var bara mjög fljótlega, alveg sama hvað allt í þér öskrar á að vera fórnarlamb, þá þarna eitthvað bara, þú getur sagt bara Kalima var sláðu utan undir Sölvi. Það bara verið að segja, heyrðu, Gaur, þú þarft að breyta ykkur. Þannig að bara, þú ert að fá löðrung frá lífinu. Já. Og þessi löðrungur ekki aumingja þú, allt og svo, þetta er bara, þetta er möguleikið breytinga. Allt út frá kemur fórsend. Já. En þá kemur síðan á hinbóginn, fólki sem að gaf mér löðrungin, það var ekki endilega rétt að þau ætti að vera þau sem gefið mér löðrungin. Þannig að ég get á sama tíma sagt, ég þurfti kannski að fá hana löðrung og löðrungurinn getur verið stærsta gjöfu mín, en ég get á sama tíma sagt, heyrðu þið sem réðust á mig til að projekta ykkar innri reiði, ég ætla að benda á óréttlætið ykkar. Skilur þú hvað er að fara? Ég meina maður sem að nauðgar konu og konan getur síðan sagt eftir 15 ár, þessi nauðgun var stærsta gjöfin í lífi minna því ég vann svo vel úr henni og hún gerði með stærri mannesku. Gæinn sem nauðgaði átti ekki rétt á að nauðga samt. Skilur þú hvað er að fara? En maður er komið mjög langt í afstöðuleysi, þá er maður líka farin að segja í raun og veru sé bara morð og nauðganir í lagi því að þetta sé allt hlutað einhverju stærri tilgangi. Þetta er svo sami senmungin, hefur þú heyrt hana? Það var þessi senmungur í einhverju klustri, nei, í einhverju þorpi, hann bjóð hann í einhverju húsi og ef ég mann það rétt þá kemur faðir stúlku til hans, bankar upp á hjá honum og byrjar eitthvað að garga á hann eitthvað, þú eitthvað barnaði dóttur mína, djúvilegt ömulegur og hann segir bara, er það svo? Já, ég mitt. Þú heyrt þess að sögu? Já. Og og svo fæðist barnið og svo kemur faðir þessar stúlku með barnið, bara lætur munkinn fá barnið og segir, það er bara, þú er bara að hugsa þetta barn, fyrst þið tókst að barna dóttur mína og hann segir bara, er það svo? Tekur við barninu og fer bara í gang með að ala það upp. Svo líða nokkur ár, þá kemur pappin aftur og sagði, heyrðu, það var nágrannadrengur í húsinu hinum megin við, hann var að viðurkenna það var hann sem barnaði dóttur mína, ekki þú, hann að ég hef komið til að sækja barnið. Og hann segir bara, er það svo, rétt orðinu barnið og lokar hurðinni. Mér finnst þetta geggjað og ég trúi því að sá sem löðrungaði þig, hann keyrður áfram af sársauka og þetta sér sig sjálft. En nú er þetta samt að setja þig í smá erfiðari stöðu með tala um það. Nú áttu dóttur og ég ætla að gefa mér að þú elskir dóttur þína meir en allt. Ef einhver myndi skaða dóttur þína, þá væri mjög erfitt fyrir að vera í afstöðuleysi. Skilur, þá er það þetta bara ok, það er líka hlutverk okkar sem manneskja. Þú veist, in the end er mjög fallegt að geta fyrirgefið. En maður þarf líka bara að kalla hlutinu sínu réttu nöfnum. Það er mjög áhugavert skulum nefna þetta. Það er að segja bara eins og þetta sem gerist núna, ég er á leiðinu á Úlfarsfelli núna fyrir ekki löngu síðan og ég fer þarna mjög reglulega og allt í einu er allt fullt af lögreglubílum og ég ringi í vin minn, ég er eitthvað pínu seinna, allt fullt af lögreglu, svo sé ég þessi myndskeið og það er eitthvað gæi með hníf bara þarna hábjartan dag og ég, þú veist, það sama skapi og ég get alveg verið í því, allt er á divine purpose. Þá get ég samt sagt, ef ég get haft einhver áhrif á að draga úr þessu, þá myndi ég mjög gjarnan vilja gera það, því að mér finnst þetta bara ekki góð þróun. Nei, en þetta er þróun samt sem aður. Algjörlega, en ég er að segja, skilur þú hvað er að fara með að, mér finnst það líka vera hluta þessu divine purpose að kunna skilja á milli og stundum tala. Já, skilur þú? Já, klálega, ég meina þú verður þá bara að hafa í rauninni tilfinningalegt bolmagn til þess. Já, maður er alltaf að vera bara að reyna að koma frá eins réttum staði sem mögulegt er. Já, og svo lengi sem þetta er ekki farið að taka frá þér orku eða tæta því í sundur eða eitthvað svo lengi sem aðgerðin sé ekki á kostnað samkenndar. Þegar að Galactic Federation fer að hækka tíðni jarðar og hjá mér sjálfum og ég fer að upplifa þessar svefnlausu nætur, þá fer ég líka að upplifa eitthvað sem ég aldrei upplifa áður og það eru mjög skýri draumar. Ég held að þetta séu kallað ljósdraumar. Bara alveg brjálaðslega skýri draumar sem ég bara vakna og það er bara eins og ég sé búin að vera bara stættur í bíómynd. Og þetta var fyrir 2 vikum síðan, þá vaknaði ég eftir svona draum og þá var einmitt maður sem hefði ringt í síma dóttur minnar. Maður kannski 25-30 ára og hann var semst að reyna að tæla hann á stefnumóti, hann ætlaði að misnota hann kynferðislega. Og dóttir mér setur við hliðina á mér og rétti með síman. Og ég á þarna 10 mínútna samtal við þennan mann sem ætlaði að beita dóttur mína ofbeldi.
og ég fyrir strax í samtal með honum upp á að reyna að ná til hans í gegnum kærleik og samvisku. Ég tala við hann frá góðum stað, en svo segi ég líka við hann að þetta ekki bara hættulegt gagnvart þetta bara barninu, ég meina þú ert að skemma lífinu og þú getur stuðla að því meira sem hún taki sitt eigið líf. Þú ert að stuðla að því að fjölskyldumeðlimir þessara stúlku líka taki sitt líf eða séu trámaðar það sem eftir alveg bara þjáðir af reiði. En svo er þetta líka hættulegt fyrir þig því að ég þannig innréttaður að það sásauka líka með innan með mér að ef að svona aðstæði myndi koma upp það sem þú myndir meiða dóttur mína eins og þú hafðir ætlað þér, ég væri víst þess að myrða þig. Og það sá líka mér ekki tala við þig núna því nú ég að tala við þig af kærleik og auðmýkt. En það líka með innra með mér sem talar ekki á kærleik og auðmýkt, heldur fer hann í vel útfærða aðgerð sem snýra því að þú munt bara hverfa og ég sagði það mitt við hann, þú munt hverfa, ég mun myrða þig og ég mun sjá til þess því ég get verið það skipulaður og vel útfærður að þú munt aldrei finnast og ég mun komast upp með það svo lengi sem að samviska mín púlara sem ég svo ekki vissum að myndi gerast. Nei. En hann að, ég veit það ekki og ég fæ oft þegar ég að tala við þessa kalla og ég með kall sem að ég miklum símsambandi við og einn af mínum bestu vinnum og hann svona gaur, hann myndi bara rjúka stað og berja en innflytjanda sem að myndi nauðga dóttur sinni í einhverjum leigubíl og það bara segðu við dótturinn að fara aldrei í leigubíl og þetta allt þannig og hvað myndið þú gera ef dóttur þín myndi lenda í þessu? Ég fæ alltaf þessar spurningar, hvað myndið þú gera? Og svarið í rauninni ég veit ekki hvað ég myndi gera fyrir en ég stend í þeirri aðstöðu og ég bara ekki í henni. Nú ég á stað þar sem að sársaukalíkami minn ekki að tala. Og það var áhugavert, þá kemur til mín svona eiginlega eitt magnaðast atvik í lífi mínu þegar ég í Suður-Afríku, Cape Town, í göngutúr á fallegum degi í góðum gír og ég enda með mann með sveðju eftir mér. Það mjög hressandi. Það var svo skrítið að þá einmitt hugsaði ég þú veist, að einn partur af mér var bara algjörlega við erum eitt og þeir kvöldi þegar ég að prósessa þetta er tráma og þú veist, hann hann öskrandi og eftir mig með sveðju upprétta og ég öskrandi líka, þetta bara eins og í bíómynd. En hver var ætlun þessa manns? Var hann alltaf hann að ræna? Hann var ekki byrjaður að spyrja veski eða síma, en ég veit ekki það Suður-Afríka skrítið land og ég veit ekki hvort hann vildi bara drepa mig því ég voru öðrum húðlit eða hvort hann en ég var ekki með sýnilega neitt á mér, ég var með í vasanum síma sem var ekki sýnilegur. Þú veist, hann var ekki byrjaður að spyrja neitt. En þú mættir honum fyrst bara auðlítið og talaður við hann? Nei. Svo sé ég bara brjálsemi í augunum á honum og sveði hann fyrir upp. Og ég fyrst held hann væri að grínast, Wow. Og þá var svo skrítið að fara inn í þetta. Að kvöldið þá bara svona betri parturinn af mér bara kallgreið. Þarna var ég að mæta mínu eigin myrkri. Í formi þessa manns. Og minn tími var ekki kominn og þetta átti að fara svona. En svo var annar partur af mér sem var bara fyrir sálna ferðalega þessa gæja. Veistu hvað þú ert að gera? Ef þú hefði drepið mig. Þú hefði skilið mjög mikið af fólki eftir þessu árum. Og ég vil trúa því að svona laga hafi afleiðingar inn í kosmískt ferðalag, Klálega. Og þá það þetta bara svona, þú veist, hvað þetta, skilur þú veist, og þetta þessi svona, þegar maður fer lengra inn í þetta afstöðuleysi og þessar pælingar sem við erum í núna, þá einn partur af manni sem segir, og þú meirist að tala um myrkur og ljós, einn partur af mér myndi aðeins tjallensa þetta sem þú ert að segja og segja, ok, það rétt hjá þér að myrkur ekkert annað en skortur og ljósi, en til eitthvað eilíða ljós, segjum nú sem svo að mannkynið myndi stökkva því ég tel mig hafa upplifað ákveðið ástand sem bara bliss og svo inn í þessu og tala nú ekki ef þú kemst á gott sækadaleg ferðalaga þá getur þú farið bara og þú síðan nánast upplifur þú dauður, þú farinn en einhver partur af vitundinu bara nú ég bara ein stór vitund og ég bara baða mig í blissi svo byrjar að kikka inn en verður þetta svona eilífu? Mér nú byrjað að leiðast aðeins skilur og þá kemur myrkriðinn bara við verðum einhvern veginn að vera í þessu duality að því annars fyrir okkur bara að leiðast. Þetta fallegasta fangelsið.
það er þannig. Og þá fann maður að hugsa, sko, þú veist, ekki til þess að ég geti skilið hvað ljós þá verði ég að vera að upplifa myrkur. Stanslust. Og stanslust stöði, stanslust fæðing. En ég var átt að með á því bara núna að ég get myrt geranda, sem sagt, ég get myrt mannin sem að ætla sér að misnota dóttur mína eða þann sem misnota dóttur mína í kærleik og samkennd og ljósi. Veistu hvernig? Hvernig? Hefur heyrt söguna með Siddhartha Buddha þegar hann var í skipinu með 300 manns og það var einn maður sem brjálaðist borð í skipinu, tekur exi og ætlar að höggva gat á skrokk skipsins og það myndi sökkva, það myndi allir deyja. Siddhartha ræðst á hann og snýr hann á hálslið. Og þá kemur þessi spurning, af hverju gerir hann það? Og 99% af fólki segja til þess að bjarga þessum einstaklingum. En það var ekki þannig. Hann var keyrður áfram og snýr hennan brjálaða mann úr hálslið, tekur hann umferð af samkennd í garð gerandans, því hann að forða gerandunum frá því að þurfa að lifa og upplifa karmaði sem að hlýsta því að drepa 300 manns. Ég tengi við þetta. En þá kemur aftur spurningin. Já. Allir sem að upplifa sig í einhvers konar réttlátri reiði mundu segja það sama. Það er trikki, að því ég vil trúa því að þú getur verið komin á það háan stað að þú gætir myrt einhvern og það er af algjöri samkennd við þann sem þú myrðir. Ég trúi því. Já. En þá myndir fólk sem eru á miklu lægri stað í rosalega réttlátri reiði geta notað að ég var bara að gera það sama. Já, en það var ekki það sama. En það er lygi, sko. Ég að segja það. Þannig, veist, það en þá er það alltaf þetta við og hinnir. Hvernig geti ég sagt, ég komi nógu hátt til þess að geta verið í þessu, en þú það ekki. Ég myndi aldrei segja að ég væri komin nógu hátt til þess að geta það. En ég að segja að þetta er mögulegur og möguleiki. Ég náttúrulega hef ekki verið í aðstöðu þar sem þetta er reynt, en hver veit? Kannski eru á leiðinni í stríð, kannski kemur þetta í ljós. Hann sagði við mig, þessi félagi minn sem ég tala við reglulega, þetta er reyndar Ívar á gröfunni, ég ætla bara að neymdropa hann hérna. Sjálfsögðu. Og hann er alfa og lítur á sig sem alfa og hann er alltaf að tala um mig sem búðakonuna, hann lítur á mig sem beta og ég var hætt þessu fucking rugli. Nei, þá ætla ég mitt aðeins að challengea. Alvöru alfa myndi aldrei tala svoleiðis, því þetta er rosalega óörugt og þetta er í raun og veru rosalega smátt að tala svona við. Þarna hefur það, Ívar. Nei, það er svona. Alvöru alfa er í kærleika. Og veistu hvað hann sagði? Og ég segi við hann, hvað meinar þau? Hvernig myndur þau skilgreina, hver er munurinn alfa og beta? Og þá segir hann þessa frábæru setningu. Gunni, spáði því ef að Tyrkir myndu ráðast inn til Íslands og ég bara svona Tyrkir bara af öllum þjóðum þá bara eru Tyrkir að fyrsta sem þetta er í hug og hvað myndi beta gera? Hann myndi fara í kjallara með konum og börnum. Alfa fyrir upp á gangstétt fyrir að berjast. Þannig að þetta er hans skilgreining á alfa og en já. Sem er alveg rétt, en þá myndi ég á móti segja að hið nýja alfa er sá sem að lifir í þeirri orku að það kom ekki til stríða. Gamla alfað er að ég er svo mikill alfa, ég tek þátt í stríði. Nýja alfað er að segja, stríð er ekki málið. Það er 2025. Það er alveg sama þó ég geti verið ykkur ógeðslega flottur sóldsir í stríði. Stríð er bara röng. Við eigum að vera komin lengur en það að við séum að drepa hvort. En ef þú þarft að verja líf þitt eða fólksins í kringu þig, þá er þetta... Já, auðvitað. Þá er spurning hvernig hinn nýja alfa gerir það, hvort hann nái að gera það einhvern veginn í fallegri orku. Hvað veit ég? Já, ég ætla að ná mér í pínu meira kaffi. Gerðu það. Talaði fólki á meðan? Já, hvernig væri það? Það væri að þú myndir upplýsa fólki á meðan. Já, sko, við ætlum að... Það er búið að vera alveg gríðarlega miklar vendingar í málum sem snúa að UFO eða UAP síðan sem sagt eftir áramót og það eru cirka 15 uppljóstrarar, háttsettir einstaklingar innan hess og leyniþjónustu og meira þess að geimvísindastofnunar NASA þeir hafa stigið fram og komið með sínar frásagnir og þetta hefur leitt til þess að Task Force Anna Paulina Luna sem er þingkona innan bandaríska þingsins, hún sem sagt leiddi þá vinnu sem sneraði uppljóstur JFK skjalana, en þessi kona, hún er að leiða þetta Task Force og það hefur sem sagt staðið til og þetta er núna á deiglunni nýjar
eðsvornar vitnaleiðslur fyrir framann bandaríska þingnefnd og það er verið að undirbúa í rauninni þessari yfirheyslu núna því að glerþakið er að brotna. Við erum að fara í rauninni inn í tíma núna þar sem að í rauninni 80 ára gamalli háleynd djúpríkisins hvað varðar í rauninni flíildi og í rauninni áhafnir þessara flíilda, þessari djúpleynd er að ljúka. Og þetta er verst geymda leyndamál sögunar. Það, ef þú sérð í rauninni tilfellin þar sem að fólk hefur verið að ná ljósmyndum og vídeóum af fljúgandi flíildum og þarna og allar þessar frásagnir sem hafa verið að koma núna fram, sérstaklega síðustu ár, það er bara ekki fræðilegu möguleiki allir þessar einstaklingar er að ljúga. Og þetta er alltaf komið ljós, að við erum ekki ein og höfum líklega aldrei verið það. Sko, nú heyrði ég ekki alveg það sem varst að segja fólkið, en ég hef nú búin að hlusta á alla UFO-þættina ykkar. Þannig ég ætla að gefa mér að ég sé nú búin að ná inntækin í því sem varst að segja. Já. En að því þú varst að tala um þetta, þá fyrir ég að hugsa the moon landing. Því mér finnst svo áhugavert að það sé ennþá stór hópur af fólki sem lifir í þeirri heimsmynd að allt sé eins og hefur búið að segja okkur að sé. Fyrir mér er orðið svo augljóst, það eina sem ég veit er að ég veit ekki hvað blekking kann það ná djúpt. Nei. En það er búið að blekja okkur alveg rosalega. Já, það er alveg... Og ég hef ekkert verið að pæli eins og bara tunglendingun, en nú var ég daginn með Núma og góðum mönnum og það var bara svona... Hvað sagði hann þetta? Hann trúir ekki einu svona á tunglið, sko. Já, ok. Hann segir að tunglið sé refleksjón á sólinni og jörðin sé miklu stærri en við höldum, sko. Hann er bara að sprella hann, sko. Já, kannski. En þá er það aftur þetta, bara svona tunglendingin, ok, hvað með að það er allir, þú veist, nú er ég ekki búin að dýfa mig djúpt í þetta, en bara þessi pæling, ok, hann kemur að það er eitthvað, var bein útsending frá tunglinu árið 1967. Já, ég veit. Og hvað með, hann var fyrst þess að koma á tunglinu, en býtu, það var kamerumaður þegar hann er að lenda. Já, ég veit, hann var mættur, og ekki nóg með það, þú mættuði með bíl líka. Þú mættuði með bíl. Ég mættuði með bíl. Já, bara lítinn bíl, tóka með þér, því það var svo rosalega mikið pláss í þessari tunglferju. Alveg gríðarlega mikið pláss. Og þú voru þarna í 3 daga, en samt sko meðan það sem maður er heyrt þú veist bara að það er eitthvað sem gerist í loftin á tunglinu sem að þú veist þarna, ég veit ekki hvort það sé verður eitthvað svona rosa samdráttur eða eitthvað þannig að þú er raun og veru steindrefst sko, það gerist á 12 tíma fresti en einhvern veginn voru þannig í 3 sólarringa á þessum tíma sko. Já, og ekkert gerist og einhvern veginn í öll þessi ár erum við ekki búin að gera þetta aftur? Okkar ekki? Nei, nokkulega. Það er gríðarlega erfitt misjón. Nei. Ég var bara að hugsa alla framfæriðnar sem átt í stað. Hvað var þetta? 1967? Eitthvað slýs. Já, hvað er þetta? 5? Þú veist, þú veist bara, hvernig tæknin var 67, sko? Já. Þetta er helvítið hæpist. Það er allt sem bendir til þess að þetta hafi verið leikstíl. Og líka þegar hún er að fara í burtu að tunglinu, þá er svona þetta er næstu þess að þetta sé í strengjum. Já, þú er bara kiptu upp í spottum, bara í elastík, bara boing. Skýst eitthvað svona upp og það er engin eldur neðan úr þessu eða neitt, sko. Nei, þetta er mjög líklega að tekið upp í stúdíói og sagan segir að Stanley Kubrick hafi leikstýrt þessu. Já, það er það sem við vilja meina. Já, en ég er sannfærður það að tunglið sé raunverulegt og ég er sannfærður það að fjarhlið tungsins sé byggð. Sé byggð? Já, að þar eru bækistöðar og þar er bækistöðar Galactic Federation. Því að, sko... Akkur myndið þið vera á tunglinu? Af því að þeir eru þar bara í felum. Því að málið er að það sem að er að fara að gerast, sko, við erum að fá aðild inn í Galactic Federation. Við erum það auðvitað ósjálfrátt, við erum það fyrir þeim en það að við sem í rauninni heild jarðarbor verum meðvituð það og í rauninni allar þessar hugmyndur landamæri og ríki og einhverja forseta og annað, þessu verður öllu kollvarpað en það þarf að draga okkur upp vítir fyrst og þær eru búin að vera þarna þessar verur á fjarhlið tungsins allan tíman með sín skip og hérna... En akkur Galactic Federation, sko, því að ég, eins og ég segi, þegar ég er að tala um tunglendingun og eitthvað svona, ég er svo löngu komin þangað að ég veit að það er verið að blekkja okkur og ég veit að hlutarnir eru öðruvís en við höldum með síðu. Já. En ég get ekki sagt, ég veit hvernig þeir eru. Nei. Þegar þú ert orðið svona viss Galactic Federation, þá ert að segja, ég veit hvernig þeir eru. Ég veit ekki, sko, ég er algjört ungabarn í þessu. Veist, ég hef alltaf bara verið svona, alltaf verið og er frekar einfaldur og alls ekki næmur, en það er eins og ég segi, það fer eitthvað að gerast fyrir mig eftir áramót, ég fer að upplifa download og ég fer að upplifa það að
að það eins og upplýsingar séu settar í mig og innsæði fyrir að tala til mín og ég fer að skrifa og hugsa og sjá hluti með allt öðrum augum. Samhliða því að ég er auðvitað að fylgja hinum og þessum, heitir þetta ekki svona channelar? YouTube? Já, nei, ekki channels, þetta eru channelar, þetta er fólk sem er rauninni channelar, þetta eru miðlar, þeir eru rauninni, bara eins og brýr fyrir rauninni hina og þessa forsvarsmenn Galactic Federation og fá að tala í gegnum þessa einstaklinga og þessi hluti sem ég hef verið að heyra í gegnum þessa miðla, eða þessa brýr eða þessa channela svo bara í algjöru samræmi við þær hugmyndir sem virðast hafa komið upp hjá mér bara algjörlega úr vakúmi í gegnum þessi download sem ég hef búin að vera að upplifa hérna eftir áramót. Þannig að ég er alveg handviss. Þetta er bara svo eitthvað trúarvissa, þetta er þetta trúarbrögð. Og hluti af mér þráir ekkit meira en að verða fyrir beinni og sterkri áþreifanlegri reynslu í 3D þannig að allur efi hverfi. Já, ég væri til í það líka. Ég er svo mikill hyggjummaður með svo gagnrýna hugsun að það væri svo þægilegt að það væri bara, ok, nú veit ég. Að því sko, þú ert með trú, svo ert með trú að vissu, en það er samt sem áður felur í sér einhverja trúarhugmynd. En svo ertu bara með vissu. Og vissan er algjörlega staðföst og 100%. Og ég veit ekkert hvort ég verði dregin þangað, en þetta líf mitt algjörlega breytt. Og það sem ég ætlaði að segja var henni 10. apríl, það sem gerðist var, ég fekk skilaboðum að draga mig úr fréttamiðlum og skoðanagreinum og draga mig rauninni úr allir þessari umfjöllun hvað varðar þessi flóttamannamál og þetta vógdrasl og einmitt drasl. Þannig að tala sásökulega mann aftur. Já. Það svo grunnt á þetta hjá mér. Já. Og ég hef bara, sálarlíf mitt hefur ekki efni á þessu. Nei, ég skilji. Ég algjörlega missi mig. Því ég örugglega með blindspot þarna, þegar ég heyrði þið tala þetta og verið hættur að lesa fréttamiðla, þá partur af mér sem svona, já, Sölvi, þú þarft eiginlega að aga því í þetta líka. Því þetta gott, það gott að sleppa þessu. En ég með einhvern annan part af mér sem næri allavega að selja mér. Já. Að því það er líka svo langt síðan að ég fór að trúa því að þegar ég að hlusta á Þórarinn Hjartar og Alexander Brím, þá ég bara, ok, ég að fara að horfa á þetta eða að horfa á Friends? Ég bara að horfa á þetta sem entertainment, skilur. Og ef ég næ einhvern veginn að fara inn í þetta þannig, að ég á kvöldin þá bara svona, ég kannski eitthvað mestur að bara svona, já, á ég að tjekka á einhverju þáttaseri á Netflix eða á ég að tjekka á þetta sem Joe Rogan að tala réttarhaldur Puff Daddy eða skilja bara, ég alls ekki að selja mér að þetta skipta einhverju máli, þetta bara entertainment og stundum finnst mér þetta bara skemmtilegt entertainment og þannig að þú ert að nálgast þessi raunverulegu mál ég bara, ok, horfum á bara þannig að það sem ég kannski að reyna að segja þú talar svona kalla svona fréttafíklar og yfirleitt þetta bara ekki gott fyrir okkur. Einstaklingar sem að kommenta já, bara horfa svona mikið að frétt, við horfum bara á, og ég ætla ekki að neita því að núna í síðustu viku þegar kom þessi hnífa, það var í fyrsta skipti langan tíma sem ég horfði á frétt og hún vakti raunverulega tilfinningar mér. Ég alltaf svo hissa. Snýr þetta að útlendingamálum fyrir þér? Nei, ég bara alltaf svo, kannski pínu, ég alltaf svo hissa á því hvað fólk næri að verða reitt og tilfinningasamt yfir einhverju sölu á Íslandsbanka eða Bjarnaben eða þessu og mér finnst svona einhvern veginn sem ég geti nánast hort á þetta allt frá 30.000 fetunum og þetta hefur engin áhrif á mig. Nei. Þarna kom samt svona pínu, þarna fann ég alveg bara svona shit, þetta ekki í lagi, einhver hnífa árás í Úlfarsdal og hvað djöfisins líður þetta og þá eins og segir það ekki gott fyrir mig að horfa á fréttir ef það ná svona inn á mig, skilur. Nei. En alla jafna, þá ég svo mikið, þú talar svona fréttafíkla svona kalla, þess að bara, ok, þið að selja ykkur, að þetta sé eitthvað svona göfugra entertainment, heldur en ef ég væri bara að horfa á fótboltaleika eða Friends, þetta bara nákvæmlega sama entertainment, en þið einhvern veginn talið síðan þetta í heitupottunum og þeir eru rosa tilfinningar hlaðinir og þeir eru með svona skoðun, þeir viti best. Þetta alveg eins og bara, ég held með Liverpool og mér finnst rosa gaman að horfa á Liverpool, en ég get alveg unað einhverjum þú veist, þegar ég var unglingur, þá hataði ég Manchester United, sko. Okay. En núna ég svona, og kannski það líka þegar Liverpool fara að ganga hans betur, sko, þá ég svona, þú veist, það trufla mig ekki þó eitthvað annað lið vinni. Jesus, þetta hef ég aldrei skilið. Skilur, en það aftur, það svona,
getur farið inn í entertainmenti, það er bara svona, hvað ætla ég að gera ef ég horfi ekki á fréttir, ég sé líka fótbolti, þetta eru bara 11 menn út í heimasparkabolta, 22, ok, hvað ætla ég að gera, sitja og hugleiða allan daginn, skilur, stundum er alltaf lægi að vera bara mennskur og taka þátt í þessu, svo framalega sem þú sért með vitundin í gangi, ég er bara að stíga hérna inn í entertainment. Já, ég meina, hver og einn verður bara nálgast þetta út frá sínum sásökaþröskuld. Algjörlega. Ég tók þetta samtal með Frostalingum daginn. Ég dáist að því hvað Frosti getur verið í þessari baráttu á sínum miðli á þess að bara ég myndi fá bara gillinæð, skilur ég meina, í alvörinni ég geti ekki verið þarna bara í nokkra daga, sko, ég var bara komin í eitthvað taugafall. Já, ég er alveg sammála því. Þetta er þung orka, sko. Já, þetta er mjög þung orka, en ég held, og ég átti líka með þetta spjall við hann og ég held ég að tala um þetta við þig líka, hann sérstaklega er búin að vera svona baráttu hundur og búin að afhjúpa lígi runni tengt þessu öllu saman, svona afhjúpað einstaklinga og farið inn í slag alveg óhræddur og sem er bara aðdánavert því hann virðist einmitt vera léttur og kátur, en eru við ekki komnir á stað núna hvað allt þetta varðar, því að þetta er svo algjörlega innihalslaust allar þessar hugmyndir, ég meina, eigum við ekki að fara að mæta þessari baráttu bara í meiri kærleik? Ég er alveg sammála því, en aftur, þarna lendi ég í smá dilemma með að ég er gæinn sem að, ég segi eins og ég dáist að Frosta. Ég horfði á þetta fólk, sko, Eddu Falag og Þorstein í karlmennskunni beita mig mjög miklu ofbeldi, sko, mjög miklu. En ég göfgaði parturinn að mér að bara þau eru á sinni vegferð, þau eru með sín trámu og ég er svona pínu svo fer Frosti bara í allu að Eddu Falag. Ég segi bara það var gott. Það var gott, vegna þess að þú veist það var aftur. Hún var að skaða fólk, skilur. Hún var að skaða fólk. Já. Hún var að skaða, það voru fjölskyldur sem eru í sárum og þetta var ekki að koma frá góðum stað, sorry, sko. Og þá það var kannski ekki mitt hlut, en ég er ánægður að það eru gæjar eins og Frosti sem bara taka þetta á sig og gera þetta, að því það bara ef við erum öll bara í afstöðuleysi þá ná síkópatarnir bara völdum, sko. Já, en eins og ég segi, sásökaþröskuldur hver og eins verður í rauninni bara að segja til það hver er hæfur til þess og hver ekki. Ég er það ekki. Nei, og gallin er í núverandi valdapíramíta, hvort sem að það er í, stjórnmálum eða fjölmiðlum. Ég drífi ekki nema takmarka langt með til dæmis podcastið mitt ef ég er í mjög miklu afstöðuleysi, það sem vekur mesta athygli er að það er eitthvað tilfinningarhleðsla. Já, sásökin selur. Já, og þeir sem komast til valda í stjórnmálum eru ekki kærleiksríkasta fólki sem sér alla hliðar, heldur afdráttarlausasta fólkið. Sér nú bara Donald Trump, skilur við. Og þá hugsa maður, sko, ok, hvað gerist ef að ég vil trúa því að fólki sem er í raun og veru kannski væri best í að stýra þessu. Er fólki sem er komið það langt að það er bara ég myndi aldrei nenn að vera í stjórnmálum einmitt út af því þetta er bara alltaf þung orka fyrir mig, sko. Í stjórnmálum, er þetta ekki bara einhverjir listamenn eða? Hvað mennir það? Í stjórnmálum, er þetta ekki bara einhverjir svona gamli rithöfundar og einhverjir tónlistamenn og eitthvað? Er eitthvað varðið þetta lið? Já, gamli rithöfundar og tónlistamenn eru svona gæjar sem að fá að vera með á listum og detta einstöku sem á alþingi, en fólki sem næri alvorinu völdum er ruthless fólk, sko. Það er innbyggt inn í, þú verður ekki forstjóri í risafyrirtæki eða ráðherra í ríkisstjórn nema með mjög mjög undantekningum. Yfirleitt þú þarft að vera tilbúin að stappa á fólki. Hann sagði það, Þóran Hjartarson, ég talaði við hann, ég tók viðtal við hann daginn, hann sagði þetta helviti áhugavert. Hann var að tala um í rauninni þessa vinstirflokka og sósíalistaflokkin og mér finnst þessi umræði mjög áhugaverð, en þetta fannst mér áhugavert. Þessi flokkar voru í upprunan lagðir út með að vinna í þágu verkafólksins, láglaunafólks og og í dag þá ertu með, eins og ég voru á gröfunni, þú ert með þetta verkafólk. Það er ekki í dag að kjósa þessa vinstirflokka. Nei. Því að þessir einstaklingar sem að sitja í rauninni á bakvið þessa flokka, þetta er ekki einstaklingar eins og til dæmis Sólveig Anna sem ég dáist að, því hún er bara á fremstu víglunu og er raunverulega keyrð áfram af heilum hug 100%. Og með hjarta á réttum stað.
það sem búið að gerast og meðan að þessi staður, eins og Þórarinn segir, þessir einstaklingar, þeir eru bara með aðganga Kjarvalsstofu bara eitthvað og sitja hér bara með eitthvað havralatti bara og eru í algjörum forréttindum og algjörlega aftengd í rauninni þessum láglaunastéttum eða í rauninni þessum láglaunahóp, myndi ég segja, sem eru þá félagslega í félagslegri bara á öðrum stað félagslega og íbúðalega og fjárhagslega. En maður reynir að útskýra þetta á mjög einfaldan máta, þá er bara það sem hefur gerst er að það var punk þegar að ég er unglingur og þú veist þess að mamma mín, þú veist, hún fór og mokaði skurði fyrir Castro og ég var með Blackout at Check og þetta var punk, skilur. Og þetta var svona anti-establishment líka og meiri sem við vorum í gussunum daginn með hip-hop, skilur. Þú veist, þetta er svona, þú veist, það er power í þessu og svo bara kemur eitthvað svona elitisma slíkja sem fyrir að ná rótum í vinstrinu og þetta fyrir að vera úlfar í sauðagæru. Ég er vinur fátækamannsins en í raun og veru ég bara að brasa eitthvað allt annað baka tjöldin. Þetta er bara orð. Já, og þá hefur allt í hennu, þetta er alveg svissast, allt í hennu fór það að vera punk að vera hægri, Já, því nú er Ívar Gröfunum bara orðin harður hægri með, Og þetta er það sem Sólveig fattar og það sem ég er nýbúin að taka viðtalarni sem ég er ekki búin að setja í loftið en það sem er svo geggjað, það sem hún náði mér var bara, ef við ætlum að ná einhverju fylgi en að vinstrafólkið við þurfum að búa til stemningu við þurfum að vera bara, heyrður, þið viljið vera með okkur af því að gaman, skilur skilur, því að þetta er orðið svo mikið djöfusis þetta er eitthvað elítu fólk í fórnalamba væli það nennir enginn að vera með þessi flokkapólitík, þetta er búið það sem að situr eftir núna, það er held ég bara einhver tími sem við verum að fara inn í það sem að einhver ákveðin hluti fólks fer bara inn í miklar hörmungar, miklar deilur, mikil sundrung, mikil þjáning, sjúkdómar og vesen og þetta fer algjörlega bara allt á hliðina og svo stígur Galactic inn, eða við stígum í rauninni upp til þeirra, alveg stór hópur af fólki, spáðu því, það er ekkert, mörg þúsund ár síðan, það var bara eitthvað svona, nú er ég að horfa hérna á mynd hérna af Siddhartha, þetta var bara eitthvað svona einstaklingar sem voru að ná uppljómunar ástandi, sem voru að sjá í gegnum blekkinguna, bara, einn fingur hérna á jörðu og annar hérna bara, ég sé þig, ég sé hvað þú ert raunveruleika sín. Núna er þetta bara að gerast út allan heim. Algjörlega. Að fólk er bara að uppljómast í stórum stíl og við erum farin að sjá fegur, við erum farin að sjá og upplifa að allt í rauninni er orka og efnið í rauninni er ekki einu sinni haldbært, heldur í rauninni bara hreyfingu orku. Og við erum algjörlega við erum einn og sami líkaminn. Og við erum af sama kjarnanum komin. En það sem er svo áhugavert þegar maður horfir á þetta svona, einhvern veginn svona hækkandi tíðni, að þá er þetta í báðum, þú veist, þetta er eiginlega svona barátt á milli myrkurs og ljós, góðs og íls og allt þetta, að sama tíma og ég er alveg sammála, það er bara stærri og stærri hópur einhvern veginn sem er búin að vinna mikla sjálfsvinnu, sem er farin að sjá hlutina dálítið úr þessum 30.000 fettum, sjá þetta minna í við og hinir, uppljómast og allt þetta, þá er á sama tíma hefur fjölmiðlun og stjórnmálaumræða aldrei verið meira, þú veist, það er klikkbeitan og algoritmanir ítaður út í það sem hreyfir við tilfinningunum og það hefur aldrei verið meira gert til þess að manipuleita fólk inn í sársaukalíkamann. Já, ofan á bara upplýsingar óreiðuna sem er í gangi í mainstream-fjölmiðlum. Já, sem hefur örugglega alltaf verið, en núna er þetta bara út af algoritmunum, samfélagsmiðlunum og núna gervigreindinni, þá er þetta bara acceleration á hröðunin á þessu. Já, einmitt. Þannig að þú veist, maður velti fyrir sér, þú veist, erum við að nálgast einhvern svona tipping point, það sem þú veist, ég vil trúa því, það er alltaf eins og sagt er it's darkest before dawn, að þú veist, það þarf að verða dálítið mikill ef það á að verða eitthvað svona alvöru frequency shift á jörðinni, að þá þarf að vera svolítið, þá fylgir því mikill óróleiki og hræringur og læti og djöfulgangur. Við þurfum að fá að upplifa undrun og að standa aktu að gagvart einhverju sem er miklu stærri en í rauninni við og okkar hugmyndir.
miklu stærri en þær hugmyndir að kynin séu 53 eða miklu stærri en þær hugmyndir að einhverju psykopatískir einræðisherra hvort það séu vestra eða austri séu eitthvað að rífast eitthvað veist, og það snýr að uppljómun og það snýr auðvitað að uppljóstrun og ég get lofa þér því Sölvi áður en að árið 2025 liðið þá erum við búin að fá að vita það þá verður okkur tilkynnt djúpríkið verður að einhverjum hluta leyst upp, við fáum tilkynningu það að við erum ekki ein og við höfum ekki verið á mjög líklega aldrei. Að það eru verur hérna í kringum okkur frá öðrum sólkerfum sem að eru hérna og getur mögulega verið hérna inn í rýminu núna en eru bara í það hárri tíðni að skynjun okkar, augun okkar nema það ekki. Einmitt. Við heyrum ekki upp fyrir 20.000 hers. Við heyrum ekki, við erum að tala um álfa, við erum að tala um vætti, við erum að tala um þetta allt. En hvað myndir þá segja ef við færi einmitt aðeins lengra í, þú segir okkur verið tilkynnt. Já. Á ég að trúa því að sama lið og er búið að vera að blekkja okkur í öll þessi ár, muni allt í einu núna koma með réttar upplýsingar. Það svo spurning sem við þurfum aðeins að skoða því að á sama tíma eru einstaklingar eins og Dr. Stephen Greer sem búin að vera háværustu hvað þetta varðar. Hann hefur verið og enn hann var nú bara að gefa út nýja heimildamynd núna, það sem hann alltaf að tönglast á þessu að áform djúpríkisins að framkalla sviðsetta innrás úr geimnum. Og þessi forritin búin að vera eiga sér staði gegnum Hollywood og í gegnum henni entertainment iðna, það sem að verið að reyna að búa til eitthvað ákveðið stigma að rauninni að verur utan okkar sólkerfis eru hættulegar og þær eru komnar hingað til þess að drepa okkur með leysigeislum, skilur við. Eins og háþróa samfélag, andlega, tilfinningarlega og samfélagslega hefðu einhvern áhuga á því að vera að murka lífið úr einhverju, það eru okkar aðferðir. Það ekki aðferðir þróaðara samfélag. Og hann vill meina að það sé í rauninni þessi sviðsetta árás sem mun eiga sér stað og hann Werner von Braun, þú veist hvað það er. Hann var eldflauga sérfræðingur Adolf Hitler, hann var bara alveg geggjaður nasisti sem að fer til Bandaríkjanna eftir seinni heimsstyrjöldina og var meðal annars sá sem að átti að hafa hannað þetta geimskip sem að lenti á tunglunni og vann fyrir NASA. Hann segir við aðstofakonu sína sem starfaði fyrir hann í 18 ár á dánarbeðinu 1977 að áform djúpríkisins væru frá þeim tíma þríþætt, þess að skipta upp í 3 stig og númer 1 væri að skapa ágreining milli vesturs og austurs, að búa til í rauninni þetta svokallaða kaldastríð sem við getum svo deilt hvort það sé lokið eða ekki. Næst væri í rauninni að búa til sameiginlegan óvin úr hryðjuverkahópum í Miðausturlöndum og það búið að vera í gangi náttúrulega bara á því sjáum náttúrulega eins og með 9/11 og annað sem náttúrulega bara algjörlega inside job árás eða aðgerð af djúpríki CIA og það loka trompið, það sviðsett árás í rauninni utan úr geimnum og til þess að knésetja okkur jarðarbúa í algjöran vanumátt þar sem að einstaklingar sem og einstök ríki eru bara tilbúin til að afsala sér öllum pening, öllum auði bara allri ábyrgð, öllum vilja bara yfir í eitthvað eitt alheimsvald. Þetta ein mikla endurræsing og þá henni bara einhver herdeild, bara eitthvað Gilead dæmi sem bara tekur yfir og því að við erum svo vanmáttu gagnvart þessum aðstæðum og sérstaklega þegar og það verður fórnarkostnaðar, alveg svo með 9/11 að það verða í milljónum eða tugum milljónum manna sem verða bara einfallega bara tekin úr leik og sprengt, það bara Manhattan verður bara tekin eða London og þið taka einhverja borgir og hreinsa það bara út með raunverulegri árás en svo fer bara eitthvað svona holografísk stemning í gang með geimskipum sem eru þá annarkot man-made eða í rauninni framkvöldið sem holografía og þannig náðu bara algjöru valdi hvað var að rauninni alla framleiðslu hvað var að orku, hvað var að lyf hvað var að hergagna innan og matvæla. Ég skal vera fyrstur til þess að ef að þetta raungerist þá verði ég ekki afstöðulegs á Facebook. Ég skal vera fyrstur til þess að skrifa þið í alvörun að kaupa þetta? Já. Og það bara þannig. Og þá mitt kem ég inn og þetta svo áhugavert með þessar heimsmyndir. Já.
að manni finnst talandi einhvern veginn hækkandi, ég fór að pæli með tunglendinguna. Ég var aðeins að horfa á þetta í gærkvöldi og þá var ég pæli, var enginn sem spurði, þú veist, árið 67, þegar þetta birt í sjónvarpinu, var enginn sem spurði þá, heyrðu, akkur kamerumaður þarna? Nei, því það ríkti svo mikið traust. Ég einmitt að segja, það sem svo áhugavert, hvað búið að vera að gerast og það einmitt þessi, það svo áhugavert, bara eins og með COVID til dæmis, að ég held að það hafi engin einstakur atburður vakið jafn marga til vitundar eins og COVID. Algjörlega. Út af því það náði einhvern veginn öflin sem að reyna að stýra okkur. Þetta var það ýkt og það var það erfitt að kaupa þetta narratífa öllu að það var bara ógeðslega stór hópur af fólki sem skiptum heimsmynd í COVID. Og ég held að þetta sé alltaf að gera í skrefum, hjá mér var það 9/11, það var eiginlega eftir 9/11 og innrásin í Írak, þá var ég strax byrjaður einhvern veginn bara, það eitthvað skakt. Það eitthvað skakt. Þetta eitthvað skrítið, skilur, þetta meikar ekki lengur sens. Ég mani mitt þegar að ég var að rífast aðeins við pappa minn í COVID, við vorum svolítið aðra skoðun og þá einmitt kemur svona á einhverjum punkti þegar ég var búin að rökstið þetta aldrei vel mál mitt, og hann var svona þá að tala bóluefnið? Já, og svona, og uppruna veirunar og allt þetta og þú veist, og hann ber virðingu fyrir mér vitsmunalega og ég fann alveg að hann var alveg að kaupa það að ég var að koma með mjög góð rök og þá allt í hennu rekkur upp úr honum, já, hann Sölvi, og hann var svolítið svona, sársauka líkama, en ég bara trúiði ekki að lýðræðis þjóðir eins og Frakkland og nefndi eitthvað nokkur öndi viðbót, væri bara í ykkur stóru samsæri og þá fattaði ég, það svo stórt að þurfa að kynkja svona gamalgróinni heimsmynd, skilur. Heimsmyndið þín bara, það eitthvað kerfi, lögreglan þetta til þess að passa okkur, herir að fara í ykkur réttlátt stríð. Það svo erfitt þegar þetta fer alltaf brotn og molna og þú bara, shit, búið að ljúga svona mikið að mér. Já, en lýðræðislega kostnir... Og það þarf bara svo mikið til að þessi heimsmyndin byrja að brotna, því þú veist, og þá, ef maður tekur þetta niður á sársauka líka með level, að ég held að þegar þessi heimsmynd byrjar að brotna, þá á sama tíma byrjar að sjá, þessi reiðir sem ég með út í þennan kannski bara sársauka líka með minn, af því þá bara blekkingavefurðin að byrja að minnka. Já. Þannig að mér er svona einhvern veginn áhugavert að fólki sem búið að skipta heimsmynd oft á því líka fólki sem að þú verður að byrja að líta í eigin barm af því það búið að brjóta ákveðin parta egóinu þínu. Já. Klárlega, en pappiðin talar nefnir einhver lönd, Frakkland og Þýskaland og hvað veit ég. Þetta ekki lýðræðislega kosnir fulltrúar til skamms tíma, hvað séu forsetar eða eitthvað í einhver opinber tímabundin og opinber embætti sem að stuðla að þessum aðgerðum. Þetta svona kallað, þú sagðir aflið, kallum þetta bara djúpríkið. Þetta djúpríkis aðgerð. Og þetta eru einstaklingar sem eru ekki lýðræðislega kosnir og sitja ekki í tímabil, þeir sitja í kynslóð til kynslóð. Og það valið í einin hóp. Og þetta eru einstaklingar sem eru með ítök inn í lyfjaiðnað, þetta eru einstaklingar sem eru með ítök inn í hergagniðnaðinn, inn í matvælaiðnaðinn, inn í tónlistariðnaðinn. Við erum að tala í rauninni bara, tíðni tónlistar hefur breyst. Hún hefur farið úr einhver ákveðinri tíðni sem heilnæm fyrir vitundin okkar yfir í að tíðnin hefur verið sett í eitthvað annað sem destruktiv fyrir vitundin okkar. Því að við verðum að vera klofin og óttaslegin og við verðum að vera í tætlum því þá líður okkur illa og þá erum við í ótta og þá erum við tilbúin til að afsala öllu í hendurnar á einhvers konar yfirvaldi því við erum einfallega svo hrætt og vanmáttu við ráðum ekki við þetta. Já, þess vegna hefur aldrei, eins og Guðrún Bergmann nú búin að tala hjá mér, meðal annars ásamt fleirum innindar, Guðna Gunnars og fleirum, það har aldrei verið mikilvægara að taka ábyrgð á sjálfum sér heldur en núna. Nei, þetta grínast. Út af því það svo sterk öfla, og ég sá í gær, þetta eru djöflar. Það aðeins ótengt þessari umræðu, en ég sá í gær hjá Russell Brand á Instagramin hans, þar sem hann að tala nýtt trend á OnlyFans, sem stelpur að setja á sig filtera að þeir séu með Down syndrom. Já. Og selja fleiri áskriftir út af það og ég sagði bara, shit hvað við erum orðin aftengt ef við sjáum ekki hvað þetta bara, þetta bara ránt.
þetta bara rámt. Og byrju, Það er bara út af því að þú veist, hlutinni þurfa alltaf að verða íktari og íktari, vekja meir og meiri tilfinningar og allt þetta. Þá er það bara, fyrst er einhvern veginn eitthvað klám og svo er einhvern veginn, þú veist, já, einhver OnlyFans gella með sílikonbrjóst og rosa líkam og sem er líka með Down syndrom, skilur. Já, einmitt. Þá það kveiki einhverja nýja kendir, skilur, og þetta er svo sjúkt, skilur. Færi bara mörkin. Og þá hugsa maður bara, fuck, þú veist, Þú ert búin að taka hana stjúpforeldrana, þú ert búin að taka systkinin og frænguna, þú ert búin að taka alla fjölskylduna bara, allir að hompa alla bara og núna ertu farin að hompa í rauninni eitthvað sem er með eitthvað sjúklegan kropp en er greinilega með Downs. Þannig að maður bara svona, þú veist, aftengingin og þessu glemið, þú veist, maður vill ekki fara að vera enn einu sinni gamla kynslóðin sem segir allt er á leiðinni til helvítis veist, það er náttúrulega bara gömul sagan í en maður er samt bara shit, þú veist allir þessi símar, allt þetta AI-dót og allt þetta bara, það hefur aldrei verið mikilvæg að bara stíga reglulega út í náttúru, jartengja sig borða hollan mat sofa vel, hvílast verið í góðum félagslegum tengslum við fólk vegna þess að það er svo mikið af öflum að reyna að aftengja okkur, sko. En svo heyrði ég þessu tengt, ég sá eitthvað fyrirsögn á, hvort það var á Facebook eða eitthvað, í einhverju skrolli núna bara, held ég í síðustu viku, að, ég veit ekki hvort þetta sé rétt, en að Donald Trump væri að setja eitthvað ný lög eða eitthvað því líkt sem að gerði í rauninni framleiðslu á klámi refsiverða í Bandaríkjunum. Og þetta er einmitt típist get ég ímynda mér, eins og ég segi, ég veit ekki hvort þetta sé upplýsingára eða satt eða ekki, en ef hann kemur svo með svona aðgerð og ætlar að fara að gera klám framleiðslu í Bandaríkjunum semst refsiverða, þá er þetta eitthvað sem hann yrði gagnrýndur harðlega fyrir. Já, náttúrulega bara þetta... Það er rauninni ekkert sem hann gerir sem er rétt. Nei. Hann ná ekki fucking break. Það er þetta Trump derangement syndrom, sko, eins og ég hugsaði núna bara, það er alltaf inn í fyrsta skipti verið að ræða friði í Rússland og Úkraínu. Já. Og þá bara svona, þegar að fer einhvern veginn... Þá er það ekki á réttum forsendum. Já, fyrsta leið er það ekki á réttum forsendum, en svo þegar að fer að hylla undir það geti gerst, þá var það ekki Trump að þakka og ég bara, sorry, hann er bara fyrsti stóri leiðtoginn sem fór bara að tala um þetta aftur og aftur og aftur og aftur og það er alltaf eitthvað að gerast í þessum leið og hann tók við, byrju, akkur er þetta ekki honum að þakka? Er það grínast? Þetta var hann. Og það er í tísku að hata Donald Trump. Já, ég er einmitt að bíða eftir, mér finnst það svo áhugavert, ég er að bíða eftir og þarna kannski sársauka líka með minna talapínu, mér finnst bara svona eitthvað, ég er að bíða eftir að þegar að vókið fer svona alveg úr tísku, hvernig fólki sem er búið að vera mest vók fer svona að reyna að sveigja umræðan hana, bæði við erum ekki alveg að skilgreina hvað vóki var og svo var ég nú ekki alveg við þurfum nú bara að taka samræðina saman Nei, byrju, þið eru búin að vera að reyna að ritskoða allt í 10 ár, skilur og það er einhvern veginn þetta þegar Trump gerir eitthvað rétt að þá er allt einhvern veginn búið að snúa í þannig bara svona, heyrðu, hvernig væri að viðurkenna bara að þú hafði rangt fyrir þér Er ekki alltaf lagi? Ég skal ekki líta á þessum neitt verið mannesku. Þvert á móti bara æðislegt að kunna viðurkenna maður að hafa rangt fyrir sér. En það er rosalega stórt ef við erum farin að geta gengist við eigin brotum og gangast við því að við mögulega höfum rangt fyrir okkur. Ég veit það. Það er risastórt merki þroska. Það var enginn sem kendi mér sem krakki unglingur eitthvað að segja sorry og gangast við ykkur. Það fóru bara allir í fílu og sagði nei þú. Þetta er eitthvað sem ég þekki sjúklega vel og það var ekki bara fyrir síðustu ára ég bara lærði einmitt að gangast við því að ég mögulega bara hef rangt fyrir mér og breyti þar að leiðandi skoðun eða aðferðir og gangast við því að maður er kannski búin að brjóta á einhverjum. Þetta er risastórt. Rosastórt, sko, því það er allt í egoðunum mann sem að... En er ekki Sölvi bara svona í lokin, er ekki bara þessi klisja að bak ykkur einustu hugsun er orka sem leitast eftir því að verða og ég get í rauninni bara byrjað að búa til nýjan heim sem er í algjöru samræmi við mínar áherslur og hvernig ég hugsa. Og ef ég ætla að stuðla að betri heim, þá þarf ég að finna þetta alkemista eðli í sjálfum mér, breyta vatn í vín og einhvern veginn bara að fara að geisla út það mikilli jákvæðri orku. Ég þarf að fara að vera í rauninni, þessi breyting sem ég vil fá að sjá í heiminum, ég þarf að fara að skapa í rauninni hennin aldingar sem ég vill að jörðin verði. 100%. Og við erum eitthvað, ég er hérna að tala um Galactic Federation og í rauninni þessa erindreka
sem sagt, þessa bandalags og ég eitthvað að tala að ég sé að fá einhver skilaboð og ég trúi og það sé viss trú að vissa. Ég meina, þetta eitthvað fáránlegra en við erum að sem sagt, eitthvað að skilgreina okkur innan einhverja trúarbragða eins og í kristni. Ég meina, við erum að fara í kirkjur og við erum að eitthvað að lofsyngja einhvern guð sem eitthvað bara sendi bara eitthvað Jesú Krist sem einhvern uppljómaðan mann með einhverja ofurkrafta, einhverja Marvel-fígúru skilur og einhverju englar og hitt og þetta. Ég meina, þetta eitthvað frábrugðið því sem ég að segja? Það eina sem í þessu og það er þessi heimsmynd sem ég held að við sem að fara að stíga inn í og það það sem að takmarkar okkur hvað var vísindi að galdrar dagsins í dag eru í rauninni vísindi morgundagsins og að með tímanum og það sem takmarkar okkur að við þurfum að fara að nálgast hlutina meira út frá í rauninni þessum andlega þætti eins og Oppenheimer upplifir eða Albert Einstein, þeir lærðu ekki þetta shit í skóla, þeir lærðu þetta í gegnum það að þeir fengu download frá undirvitundinni eða samvitundinni. Heilin bara eins og móttakari fyrir upplýsingar sem eru geymdar einhvers staðar annars staðar og vísindi og þessi andlegi þáttur munu taka saman hönd í hönd og þar munum við fara að vaxa andlega og við erum eitthvað að hugsa ferðalög ljósár á milli, það tekur engin ljósár, það engin tími. Við getum bara að skapa ormagöng, við getum bara komin í eitthvað annað sólkerfi ekki einu sinni einni sekundu setna heldur getur við verið þar á 2 stöðum í einu. Ég alveg sammáli, og þess vegna resonate þetta svo mikið frá Núma þegar hann segir við erum að byrja að muna hver við erum. Ég á því ef ég auðvitað læri af því að hlusta á annað fólk tala, eigi samræðum, lesa bækur og allt þetta, en ég á því fyrir framhaldi mitt. Já. Mín stærsta þekking kemur til með að koma þegar ég næ að hreinsa sjálfa mig nógu mikið og tengja sjálfa mig nógu mikið til ég byrja að muna. Já. Að þetta allt innra með mig nú þegar. Já. Ég hef fengið þetta svo sterkt til mér og það svona eitt af því sem fallegt við hugveikandi efni eða þú notar þau rétt og nærð góðu ferðalega, þá kemst í bara, ert að grínast og þú bara aftur og aftur, ert að grínast og það eina sem að gerast að þú ert að aktiveita eitthvað partar sjálfum þér sem var allan tíman og það örugglega hæglega hægt að komast í þetta ástand ef þú ert að hugleiða nógu mikið og hreinsar hylkið þitt og ert vel tengdu, þú þarft kannski ekki en í nútíma vestrænu samfélagi geta hugveikandi efni hjálpa það því við erum orðendáldi aftengt en þú veist, þetta einhvern veginn að fara að trúa því bara ég kannski bara allt sem og hefur alltaf verið og þá bara, en ég kannski bara ná að tappa inn í 0,01% af því og verkefni mitt að reyna að vinna vinnuna frá degi til dags þannig ég ná að tappa í pínu meira. Fólk hefur að tala þessar Akashic skrár. Við heyrtum þetta? Nei. The Akashic Records. Ég er búin að taka viðtal við 2 einstaklinga eftir áramót sem að hafa talað þessar skrár. Þú ert með aðgang að þessu gagnasafni eða þessum Akashic skrám þar sem þú ert í rauninni með uppskrift að alheiminum. Þú ert með svör við öllum spurningum heimsins. En til þess að komast þangað þá þarfst að beita ákveðinni tækni sem að í rauninni kemur þá að hugleiðslu og mögulega að þú þarfst að fara að opna þetta sé ekki að opna, hvað heitir pínalglandin á íslensku, það heilaköngull? Heilaköngull eða ekki, frekar en heiladingull? Jú, heilaköngull held ég og þar eru framleidd í rauninni efni sem að í rauninni geta komið þér á þessa staði og en já, Sölvi Við erum að vera flottir en ég held að sé svona megin skilaboðin það sem okkur langaði eiginlega mitt að koma til skil í dag svolítið þetta að stíga út úr þessu við og hinir sem á sama tíma stíga út úr fórnarlamba. Það getur enginn meitt þig. Það getur enginn raunverulega meitt þig. Það getur enginn raunverulega slaufa þér. Þú sér það sjálfur. Það snýst þín viðbrögð gagnvart umhverfinu. Og þetta það sem við byrjum þetta viðtal á, ég meina hann búið að negla gaurin við kross þetta smá klípa út í klípu hana
Það er ekki eins og þú getur gert eitthvað í þessu, sko. Nei, og það einmitt Fyrsta spurningi bara, veist, Guð, því hefur þú yfirgefið mig. Einmitt. Hann stendur í þeirri trú að Guð hafi yfirgefið hann, en svo kemur þessi friður yfir hann og næsta setning snýða fyrirgefningu. Einmitt, og þess vegna svo skrítið. Líf og dauði, nú maður búin að læra þetta allt. Einmitt, maður var alveg upp í kristni þó það var ekkert verið að fara í kirkju eitthvað reglulega. Nei. Það svo típisk íslendingur. Og maður búin að lesa þessar sögur og svo allt í einu núna, það alltaf að tala og það hefur verið talað þetta svolítið eins og eitthvað nöttara sem að bíðast þegar Kristur kom aftur. Já. En ég allt í einu bara fyrir að resonata með mikið, þetta Christ consciousness, Krists vitundin og með hækkandi tíðni allt í einu farin að tappa allt öðru inn í þessa sögu. Það bara þetta Krists vitundin sem innra með okkur öllum og hún einmitt þetta þegar að þú ert í einhverju mini-krossfesting í þínu lífi, hvernig getur þú tekið það hærót? Tekið ábyrgðin ekki verið fórnalamb? Með hjálp Galactic Federation. Já, ég meni og ég held að þetta fara mjög vel saman, sko. Þessar tvær sögur geta alveg bassa saman, skilur. Það ekki mutually exclusive á hver aðra. Nei, ég nefnilega hefur verið mikil efaðekjumaður en þetta hefur algjörlega snúist. Ég var mjög trúar. Já, það mjög áhugavert. Hvernig og þá það einmitt þetta sem að því maður vill ekki, ég vil ekki þykjast hafa lesið allan kóranin spjaldan á milli, en það eins og að sé eitthvað subculture í múslima heiminum sem ekki alveg í lagi. Bara, þú veist, maður hugsaður þessi svona, þetta góða og bara hugmyndiðin Jesú Krist, þú veist, það bara fyrirgefning, kærleikur til allra manna, það ekki við og hinir einhvern veginn, ef þú ert ekki með mér þá þarf að drepa þig. Og þú brenna í helvíti. Sem pínu svona einhvern veginn, og maður vill ekki vera fordómafullur, maður vill ekki vera einhvern veginn tala heilan hóp af fólki eins og þau séu öll eina, það eitthvað bara pínu, svo aftur með þetta hnífadóðin og svona, ég ekkert svaka að hissa að þetta hafi verið múslimi, sorry, skilur. Það bara pínu þannig að það bara eitthvað subculture í þessum trúabröðum sem virðist ekki alveg verið í lagi. Sko. Nei, en spáðsandi í hvað þetta hættulegt. Númer 1, þá þekki ég ekki nógu vel inn í Íslam til þess að geta einu sinni átt þessar samræður. En eins og með þessa hnífaárás, þú veist, hvað veistu hana? Þú veist, hver aðdragandinn af því að eitthvað maður á erlendu bergi brotinn? Nei, ég veit ekki mikið hana, en það sem ég veit að aftur, þetta rosa leiðilegt út af því ég hef sjálfur ferðast múslima heiminn, ég hef haft frábæra reynsla múslimar upp til hópa og bara dásanlegt og yndislegt fólk. En múslimar eru talsvert lítill hluta í íslensku samfélagi og það maður svona, ég hef ekki oft séð einhvern mann og ég held að bara hafa ekkert oft gerst að sé einhvern óður maður með hníf út á miðri götu á venjulegum þriðjudegi í góðu veðri á Íslandi. Tölfræðilega einhvern veginn skrítið akkurat að vera múslim, skilur bara einhvern veginn, tölfræðilega þetta bara, virðist þetta bara vera talsvert algengara. Já. Sorry, skilur. Það bara mjög auðvelt að mynda sér skoðun á þessu, en í botn og grunn fyrir en ég þekki bara alla þætti málsins, þá ég bara, sorry to say, að draga álítanir. Já, ég alveg sammála því, en þú veist, það bara samt pínu svona aftur, þannig að maður kannski komin í þetta við og hinir, en þegar maður heyrir þetta einhvern veginn að það einhverjir drengir í Breiðholtsskóla sem bara yrði ekki á kvenkins kennara, af því það bara pappið þeirra að segja, bara þetta eru konur, talar ekkert við konur, skilur, og það maður bara sorry, þeir eru komingað, við erum með þessi gildi, að bara alla manneskjur eru jafnar, við komum fram að virðingu við þau hvort sem þú ert konu eða karl, sorry, sko. Og ef þú ert ekki til í að vera með í því þá kannski bara betur þú sért eitthvað annars þar, skilur. Já, þú veist, og ég ekki að segja þetta í einhverjum tilfinningaham eða með einhverja reiða, bara, þannig bara pínu og það aftur þetta sem að ég skil hvað þú að segja og það alveg hluti í mér sem að, og líka mig í mér sem að vill taka undir þetta en mér finnst ég bara að vera komin á stað þar sem að ég bara geta ekki. Nei, ég get ekki tekið afstöðu með þessu. Ég get ekki tekið afstöðu með því sem þú varst að segja. Ég get bara ekki tekið afstöðu eins og og það skrýtin staðar að vera á og það getur vel verið að setja skilgreina sem virst samfélagslegt ábyrgðarleysi. Nei, kannski þetta tímabil en ég í
detoxi bara. Já, og ég virði það mjög mikið. Og ég finn það bara í orkulíkama mín. Já, mér finnst það mjög Þetta er ekki bara eitthvað ákvörðun sem ég teki eitthvað vitsmunalega, þetta er bara, ég finn það, leið og við erum komin hana, þá þarf ég bara að anda mjög djúpt, þarf að anda mjög djúpt í sjálfa mig og ég get bara ekki bröðist við þessu. Því ég held, nú er ég aftur ekki að þykjast hafa lesið allan boðskap Jesú Krists, en ég held að hluti af skilabónum hans hafa einmitt verið líka að stíga mjög fast í jarðar gegn alvöru ránglæti. Já. Og þá er það þetta, skilur, ég tel mig vera búin að vera dálítið lengi í þessu afstöðuleysi og ég er á því að í grunninn eigum við öll að fara þangað og við eigum öll að dvelja þar og dvelja þar nógu lengi til þess að ef þú ferð að pikka eitthvað það sem þú segir, já, þetta er hæð sem ég til í að deyja á, þá ertu búin að velja hana mjög vel. Já. Og þá eina sem ég myndi segja með þetta, maður talar þessi trúabröð og allt þetta, er að sko, það er mjög mikil umburðarlyndi í kristni og hættan er alltaf svo ef að afstöðu lausa fólkið sem er í kærleikanum, þú veist, það er alltaf þessi spurning, sko, hvað gengur þau langt í að ef það er einhverjir sem eru bara augljóslega að koma frá mjög vondum stað sem eru bara að reyna að byrja vald yfir allt og alla, á hvaða punkti segir þau, ég ætla ekki að vera hérna í einhverju brjálari reiði, en ég ætla að segja, stopp. Ég ætla að segja, hér sitt í mörk og hér ætla ég allavega að tjá mig að ég er ósammála þessu. Ég þarf ekki að vera brjálaður, ég þarf ekki að vera í sásökulegum, ég er ósammála. Og ég verð að láta þeir ljósi, að því að annars er bara líklegt að þeir háværust og frekustu valdi bara yfir allt, skilur. Þú er fullan réttið þess. Og mér finnst það vera svona einhvern veginn maður hugsar, þú veist, að ég þekki svo mikið af umburðarlyndu, kærleiksríku fólki sem sér allar hliðar mála, en það er líka by definition fólki sem er minnst að tjá sig, en það eru rættirnar sem þyrftu kannski mest að heyrast. Myndirðu sjálfur treysta þér til þess að fara á svona mótmæli niður í bæ, það sem að svona þjóðernishópar hittast og mótmæla í rauninni þessari innflytjendastefnu og... Nei, að því... Þú getur ekki verið þar. Nei, að því þar finnst mér aftur pendullin komin alltaf langt í hina á þeirra. Ég er á því að þú veist, í grunninn eru við öll fólk og í grunninn væri flott ef við værum bara sem minnst með landamæri og bara allir geti lifað í sátt og samlendi. En á sama tíma erum við með eitthvað svona, við erum að reka eitthvað samfélagina. Og sérstaklega ef að ríkið á að fara að borgaði pening, þá veist mér svona, ok, ef við viljum vera í sátt og samlendi og umburðarlyndi, þá viljum við náttúrulega ekki rasisma. Vísasta leiðin til þess að búa til rasisma er að ganga of langt í þá átt að hleypa inn rosa mikið af fólki sem er kannski með allt aðra skoðanir og sumir að þeim eru bara að svindla kerfinu, þá er eitthvað svona subculture hinum megin sem er bara alvöru rasistar og þeir geta sagt, já, sjáu þið, þetta eru vondu útlendingarnir sem er að taka allt frá okkur, þannig að þetta er svolítið eins og í MeToo, þú veist, ef að Kildirberarnir, Þorsteinn og Edda Falag taka málstæðin svo langt að það er raunveru eyðileggjan, þannig að pendulli snýst svo langt í hinn áttina að alvöru ofbeldismenn getur sagt, já, þetta er allt kjafta, þetta MeToo-rugl, þetta er allt bara kjafta. Þá eru þau búin að skemma það sem var góðu málstæður, sem er einmitt það, ég er grunninn á því að við eigum að hjálpa okkar minnstu bræðurum og systurum, við eigum að láta okkur að varða að það sé fólki í heiminum sem er í ömulegri stöðu. Ef við ætlum að lifa í sátt og samlinda á sér jörð, þá drífum við ekki lengra en okkar minnstu bræður og systur. En síðan er bara eitthvað sem heitir svona lógísk rökhugsun. Ef við ætlum að reka samfélagina, þá erum við ekki á góðri vegferð ef við yfirkeyrum kerfið. Þannig eins og þú varst að tala með tryggingafélögin, allt í henni bara, þú veist, einhver áttræð íslensk kona þarf að bíða í 9 tíma á bráðamóttökunni og hún fær ekki tíma á heimilislækni fyrir henni eftir hálft ár. Bara, við erum að reka hérna samfélag, við erum ekki rosa mörg, skilur. Tómt vesen, sko. Þannig að en ég myndi aldrei og ég hef aldrei tekið þátt í einhverju svona mótmælum, sko. Nei. Af því ég er alveg sammála því sem þú sagðir í byrjun, það er skemmtilega að vera með meðmæli og þá er það með þetta, hvernig getur þú komið frá góðum stað þar sem þú segir, þú veist, eins og með þessa nýfa árás, bara í staðin fyrir að sé bara hræðilega útlendingar, þá bara nei, heyrðu, bara getur við notað þessi atvik, það sem gerist þetta menninganótt þegar að ungu drengur stakk, getur við bara notað þessi atvik til að staldra við og segja á hvaða vegferð erum við og getur við núna byrjað að búa til eitthvað módela betra samfélagi. Já, þetta er missjónið okkar. Algjörlega, sko, því á endanum eru öll fólk og á endanum, ég meina, fólki sem er eins og þessi hnífagæðana, hann er örugglega helt trámaður og skilur, örugglega þarf hann bara rosastór gnús, sko. Ég var að setja út þarna, það var að koma út grein, ég skrifaði grein sem var að koma út í fjölmiðlum áðan og
Ég er búin að skrifa mikið af greinum og pislum og þetta hefur alltaf verið svona einhver háargaggrinni sem sagt á gekk bessisgangi COVID og svo kom MeToo-ið og annað og skrifaði Vóki líka en núna er ég að fræða fólk einingu, kærleik og runni tilgangin að draga hérna andan og mátt Galactic Federation of Light. Það er bara þannig. Algjörlega og í grunninni mitt, þú veist, þá ástæðan fyrir ég er búin að vera að tala svolítið þessa hluti, þú veist, þetta með hvenær átt að pikka fætin er bara með þetta er áhugaverð umræða, en í grunninn er ég alveg sammála því að stóra verkefnið okkar allra er bara að líta inn á við skoða hvernig get ég hreinsað mig og mitt nær umhverju sem mest, haft sem mestan kærleika og bara sett fókusinn þar en ekki hvað á að vera öðruvísi. Sko, beiglum bara heiminn, gerum maður svolítið skemmtilegan, gerum maður svolítið litríkan, virkjum ímyndunaraflið og manifesturum bara eitthvað algjör að djöðs villis. Og það er bara eitthvað sem við megum. Við getum bara búið til nákvæmlega sem við viljum. Ég mitt hugsaði líka þetta, því við erum alltaf að tala hana, það er svo áhugavert með þessa tíðinni hækkun og nýja jörð og allt þetta dót. Ég upplifði mig, þá var ég reyndar nýkomin úr mjög vel hefnuðu svona mín í ferðalagi með svepp og þá er ég þarna fer inn í eitt þorpaninn á Sansibar sem er svolítið frá túrismannum og ég bara er á hjóli og er að hjóla þarna í gegn og ég er bara shit, þessi nýja jörð, hún er hérna sko. Hún er búin að vera hérna allan tíman. Hér er bara fólk sem bara það er bros í hverju einasta andliti, það er algjör harmonía með náttúrunni, ég upplifi algjöra friðsæld, ég upplifi enga óeiningu og ég finn það bara þegar ég hjólaði inn bara að víbrarnir eru bara, ég er komin inn í alltaf tíðinni sko, en það bara ég er einhver vesturlandabúi með einhverja rosa skilyrðingar og ég þarf bara að afskilja það svo mikið og hægja svo mikið á mér til þess að fatta bara hér er þetta allt, hér er þetta allt, skilja. En það er hefðin, hvað var það runni tengsl þessara einstaklinga, þessara hópa við stjörnufólkið mjög skýr. Hvað sem séð Suður-Ameríku eða frumbyggjar Norður-Ameríku, frumbyggjar Ástralíu og einmitt í þessum Afrikuríkjum. Þar er runni skýr tengsl bara í menningar og sögulegu samingi við stjörnufólkið. Já. Mér er svo geggjaður, þú þarft eiginlega að fara að skoða gæði sem heitir Dr. Sackbus. Ég hef heyrt þetta nafn. Hann er eingöngu að vinna, þú hlustar á podcastar sem hann bara öll skilabóðun eru bara, hann segir bara ég vakna á hverju morgni og eina missjónu mitt er mögulegt að 2 manneskjur ná að tengjast svo mikið að þær verða að einni. Þá mun allt breytast á jörðinni. Já. Og þú þarft ekki nema eitt svona par. Og þá einmitt, þú veist, er það þetta, hann talar að við erum að upplifa einhvers konar aftengingu og aftengingi verður að við og hinir og aftengingin er byrjuð á ég er eitthvað einmanna eða er eitthvað að mér, það er bara það sem er að gerast er að þú ert að tappa inn í það að við erum að nálgast critical point í aftengingu við móðurjörð og spurningin er bara aftur að það er dimmast fyrir sólarupprásuna og þá er það bara erum við að nálgast punktinn þar sem að við munum hoppa aftur í tengingu eða förum við í algjör aftengingu. Það við erum að finna fyrir þessu út af því aftengingin er orðin svo mikil að hún er byrjuð að naga okkur. Já, hún er ekki bara að éta upp í rauninni alla undirflokka mennskunar, hún er farin að naga sér inn í samvisku hvers og eins. Já. Og það er vondur staðar að vera á. Algjörlega. Það er stjórnleysi og geðveiki. Já, en þá kemur maður aftur að þessu, bara talar bara fólk sem er að glíma við fíknisjúkdóma eða fólk sem fara áfalli. Oftast breytum við ekki miklu í okkar lífinu með að verða fyrir alvöru áfalli. Og ef maður tæki það í þetta kollektífa, auðvitað þurfa, við bara erum þannig gerð, við erum það skilyrt í að halda áfram sömu munstrunum. Við breytum engu fyrir hlutinir orðnir helvítið slæmir, sko. Ég veit það, maður þarf að vera komin alveg út í hotn. Já, þannig að spurningin er sko alveg eins og einstaklingur þarf að finna botn áður en að spyrnir upp. Þarf við geta kollektífa og erum við ekki kannski að nálgast það að finna botnin saman, sko, til þess að byrja að spyrna okkur upp. Jú, og svo má ekki með þetta í rauninni, sko, mátt ljósins. Ég held að þurfi ekkit mikið til að eitthvað ákveðið slingshot effekt eigi sér stað og sko vakning og þessi umbreyting sem þarf í sko þessum bara í DNA-en okkar. Hún getur átt sér stað á mjög skömmum tíma. Já. Að allt í einu, bara kollektíft og ég hef verið að óska eftir hinnu upplýsta alvaldi til þess að stíga þetta niður og snert okkur
og alltaf sé það fyrir mér á ströndinni, snert okkur á ströndinni og við fáum þessa snertingu og við lendum í þessari uppfærslu. Þetta er kannski eitthvað sem býður okkar og allt í einu er eitthvað vakning sem á sér stað og þetta þarf ekki að eiga sér stað einu sinni 360 gráður samtímis. Þetta smita svo hratt út frá sér. Við erum að tala um skammtafræðilega málina. Við skiljum ekki máttinn sem býr þarna baki. Við þurfum eiginlega að gera hópferð niður á Zanzibar. Já. Þetta er stjörnubjartasti himinn sem ég séð. Já. Og þú segir að vera á ströndinni, sko. Já. Vera með góðan hópa fólki, setja smá svepp í mannskapinn, taka góðar öndunar og einhverja huglæslu. Já. Þá kannski kemur þetta, sko. Herru, tökum gufuhópinn, Exclusive Galactic Federation Welcoming Committee, þetta er móttökunefnd Galactic sem hittist í Guðsunni á 3:08. Tökum hópinn saman. Ég til það. Nei, ekki? Það er ekki. Ég ætla að bera þetta undir liðið á 3:00. Sölvi, hefur ekki að fara að skella okkur út í lífið og þjóna hildinni? Ég það ekki, ég er að fara í þjónustulutur. Ersta mín er að fara að vera með breathwork og ég sé að hella upp á kakó fyrir fólki. Það er þitt jobb í dag. Já, og taka svo þátt. Geggjað maður, ég ætla að hjálpa Óttari nágrann að tæma kerruna. Geggjað. Bara að vera að þjónustu. Já, takk fyrir mig. Já, sömuleiðis, það er alltaf að fá eins og alltaf.